dappan, hann kannski bara síðastur. Já, það er þessi ég finnst að gera það líka. Eitthvað svona Herru, bara verið þið velkomin. Það sem sagt, það sem við gerum hérna núna að það að nemendur sem eru á loka ári í vélstjórn D-réttindunum sem kölluð eru, sem sem sagt 5. árið, að þeir eiga að vinna það sem við kallum lokaverkefni sem 3 eininga áfangi og þeir gera þetta í samvinnu við annars vegar kennara í skólanum og hins vegar í samvinnu við aðila í atvinnulífinu ef kostur Ég svona tekið aðeins þann prófið í hæðir að leggja svona áherslu á það að ná svona tengslum út í ýmsu fyrirtæki eða ég veit ekki hvað ég á að segja, sem sagt rannsóknarverkefni sem tengjast ýmiss konar hugmyndum, hugmyndavinnu og slíku. Og þetta mjög fjölþætt. Þeir hafa hérna nokkrar mínútur, sem sagt það sem gerist hérna í dag að þeir eru að kynna verkefnin sín og á hérna, eins og segi, nokkra mínútur til þess. Þeir sem eru fyrstir heita Hjalti Þórarinn og Steingrímur Kristjánsson. Erum við gert sama fórið til fjórðunum? Hvað unnið þetta? Þið segja það bara. Nei, þetta er það saman. Heyrðu, frámið, gjörðu svo vel og þið segið þá sjálfur frá því hvað þetta snýst hjá ykkur. Já, góða daginn og velkomin á þessa kynningu. Ég heiti Steingrímur og þetta er Hjalti Þórarinn. Við erum að vinna hérna að verkefni fyrir Norðurorku og verkefni snýst út á það að við ætlum að smíða hjól frá grunni sem knýr rafall sem knýr svo ljósaperur. Rafallinn sér að framleiða rafmagn fyrir nokkra útgáfur á 12 V perur, til dæmis LED, glow og sparperur, svo eitthvað sé nefnt. Þetta er gert í samstarfi við Norðurorku, eins og ég sagði áðan, en þetta færi líklega að príða þá gestamóttöku hjá þeim með kynningu. Verkefni er ekki komið langt á leið en það er komin ákveðin mynd á það. Kynningu. Það er líka að meika í skólanum. Eins og sjóði. Já, þetta er svona hugmynda útliti hjólsins. Við ætlum ekki að hafa neinn dekk á því kannski. Það ætlum bara að vera kannski með stand. Kannski setjum við hjólinn eitthvað til að það sé léttara að færa það og því. Og við erum svona eftir að ákveða hvort við höfum sko þá rafalinn hérna fyrir aftan eða bara myndum setja fram til að spara pláss og umfang. Og hvort það verður keðjudrifið eða reyndrifið eða? Það er svona í vinstri. Aðal hugsunin er að hanna hjólið þannig að gestir frá Norðurorku geti átt að segja hvernig munurinn er til dæmis LED-peru og venjuleg glow-peru. Við ætlum að hanna hjólið þannig að henti bæði fyrir börn sem fullorðna. Og grunnhugmyndin er að þetta lítur út eins og reiðhjól nema við ætlum að setja kassan fyrir framan stýrið þar sem peruna verða á samt fjölrófa til að skipta á milli peruna og finna þannig álagsbreytinguna. Já, svo ætlum við bara að bera þakkir þeir sem eiga eftir að hjálpa okkur í vetur. Það er Norðurorka og svo Vilhjálmur Geir Kristjánsson kennari og svo er Hörður og Stefán örugglega eftir að hjálpa okkur eitthvað með smíðarí. Þannig að þetta er bara komið hjá okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Við erum sem sagt Haraldur og Agnar og þetta verkefni sem við erum með, þetta gengur út frá að taka vél. Við erum með manuálinn hérna og meira til að skoða fyrir þá sem vilja. Þessi vél tekur plast, 30 tegundir af plasti, froðuplast og umbúðaplast til dæmis og breytir því aftur í olíu. Það sem náttúrulega plast er brætt úr olíu. Við erum hérna með manuálinn og við erum með sýni af olíunni. Þetta er hingað til ekki orðið, já, ef svo mætti segja, nothæf olía á brunavélar eða farartæki en verður það vonandi einhvern dag. Við erum að koma hérna og skoða þetta. Hérna sagðist plastolían eins og hún kemur af vélinni þegar búið að eima plastið
og síðan í gegnum síðan setjum við semst olíuna aftur í gegnum vélina og eimum þau. Þá getum við sett þetta eða semst eimað bensín og steinolíu, dísel og síðan svartolíu eða semst notaði brennslu fyrir svartolíu hérna. Svo verður til afurð annars staðar sem er líkari þykkustu svartolíunni. Þetta er bara svört vaxdrulla, mætti eiginlega að segja. Þetta er eiginlega bara leir, svona eins og maður sér á þykkustu vélinni. Má smakka. Gjörðu það svo vel. Ég mæli ekki með því að nota. Haraldur, heldur að ef þú notaði þetta í klæðninguna, heldur að myndi klæða það á tímabili? Klæðninguna. Á vegina? Það er góð spurning, það mætti skoða það. Hvað er ekki steinolíu? Þetta er það sem við Nei, það er, og ég er ekki að það var eitthvað við, það er svolítið sérstaklega lykt á þessari olíu. Hún er býsna sterk lyktin. Þetta virkar eitthvað, þetta er Þetta er sem sagt, þetta allra þykkasta hérna. Þetta er bara Bara vax. Þetta er sem sagt, það er spurning hvernig þetta færi á vegum, það er rétt. Það er áhugavert. Ég ætla að leyfa mér efast að það er eitthvað lykt. En þetta lyktar alls ekki eins og bensín. Þetta er náttúrulega bara plast umbúðir. Og þetta er vélin sem við erum búin að mótast við. Þetta er eitthvað ekki okkar eintak en þetta er nákvæmlega eins. Já. Og þessi getur eimað polypropylín, polyethylín og polystýren. Polystýren er til dæmis fróðurplast. Polyethylín, PE, er til dæmis eins og í rúllumbakkarplasti. Og polypropylín, PPE. Kappar og góðsflöskur, ábyrgður af umbúðum. Þetta er utan mjólkurvörur og fleira. Já, þannig að ef við höfum róttur okkur, þá bara leiðir okkur. Það er bara blóðið að þess. Í hugaleiðir. Og þetta er það sem að... Við vorum að vera að bera það saman við Evrópustaðana. Já. Þetta er sýni sem var sendt til Þýskalands í mælingu í október í fyrra. Þar komum við meðal annars þessa tölu niður. Og verkefni sem við höfum í huga er að taka samsagt sýni af dísel, steinolíu og bensín, mæla það og mæla síðan og bera saman plastolíuna. Sjá hvort standist staðlega á einhverjum nátt. Hingað til hefur verið að gera það. Svo ætlum við einnig að reyna að brenna olíu með einhverju veð og reyna reiki. Já, það reyndar virkum nú að brenna það hingað til. Þetta er bara plastbensín hérna. Bara fyllta því Thomas Hippo. Markaður. Fyllti bara Thomas Hippo. Reyndar er sterkari lykt af þessu en venjulegu Hippo bensíni. Já, það er fyrsta lyktin af þeim. Já. Það er plastlíti. Já. En það er ekkert voðalega góð. Er eitthvað að vita hvað þetta mengi meira að vinna en venjuleg dísilolíu eða bensín? Já, koltvísýringurinn, það er minna af honum. Það er mikið minna af koltvísýring í reyk af þessu bensíni. 40% minni reykmengun af þessu. En hins vegar er önnur mengun í kolmónoxíð er meira og það er meira af sem sagt hættulegur efnum sem eru í mjög litlu magni í bensíni. En þetta mengar öðruvísi en það má svo sem deilum að hvort það er meira en minna. Það er svona svipað að bera saman mengun frá dísil og bensíni. Hvað meira sem við höfum að segja um þetta? Við erum hérna með þess að henda YouTube-stóð sko, sína hvernig vélin virkar ef þið áhuga að segja það. Það er reyndar 5 mínútur langt. Steini? Við skólum bara. Fáið þið vél eða er þetta vél sem þið búið til? Við erum með vél sem er sem sagt niður í gamla Oppa í Laufásgötu. Hann heitir Gestur, svo sem með einhverjum sem á að flytja þetta inn. Og svo er hann Þórarinn sem er fyrir megandi í gúmmívinnslunar, sem er í samstarfi með honum. Þetta er eins og myndin var að sýna, þetta er vél sem er með 5 lítra cylinder fyrir plast. Þetta er svona alltaf 2 kíló sem það kemur í þessa 5 lítra. Þannig að þetta eimar plastið og býr til olíu. Það er bara nákvæmlega eins og þessi greið. Það er mikið orka í einingunum. Það tek kílóvatt í kílóvattstund. Já, þetta er 11 kílóvatt sem við tekur. Hún gengur fyrir rafmagn? Já. Hún reyndar er hingað til bara búin að vera með spennubreytið af því að hún er gerð fyrir Ameríkurafmagn sem er 110 volt og 60 Hz. Er þetta að orka sig eitthvað? Það reiknum þá líka kostnaðinn sko við það að... Nei, við erum ekki búin að reyna það.
líka þær eru að flytja einn stærri vél. Sú vél tekur 20 rúmmetra á sólarhring. Það var eitthvað svoleiðis, það er til mikið stærri vélar sem Það er til upp í 100 rúmmetra á sólarhring. Við erum hérna. Jú, hún er með sérstaka vetnisgræði sem bætir vetnisinnihaldið. Við það hækkar blossamark, orkuinnihaldið þessu hækkar. Blossamarkið í þessu hefur stundum verið svolítið lágt og orkan hefur ekki alveg verið svo sama í bensíni. Það hefur verið pínu minna orkuinnihaldið í þessu, en vetnisgræðin er þá innbyggð í því. Það er líka sjálfur mótunarbúnaður og það eru miklu stærri og flottari græður. En hérna sést sem sagt basic virkinn á græðinni. Hljóðborolíu tappa af. Þetta reyndar hefði mátt að finna annan myndband. Við fundum eitt daginn þar sem var tilraunateymi sem að setti í gegn plast, setti það svo aftur í gegn og eimaði aftur og tók það út á sérstökum hitasviðsspilum, tók það út bensín, steinolíu, dísil og svartolíu, tók bensínu, henti á go-kartbíl og fór að keyra. Svona 3,5 tími frá plasti yfir í bensín og go-kartbíl. Bara með nákvæmlega svo græða verðinu. Þetta er komið svona greenpeace-helmingurinn á þessu. Það var hreinsaði svo baggaplasti og svona sérstaklega vel fyrir. Nei, við erum ekki búin að vera því. Það er bara svona hrist af því sko og setja bara í vélina. Ef það er eitthvað vatn með, það skemmir ekkert fyrir. Flokkum úr mestu grasstráin. Þetta skemmir voða lítið fyrir í vélinu. Þannig er einlega slitt saman og bara étur þetta. Þetta er núna svolítið magnaður búnaður þessi vél. Það er rétt að minnast á að þarna náttúrulega að breyta raforku í eldsneyti í raun og veru og losa okkur við úrgang sem við þurfum að losna niður. Þannig að þetta er náttúrulega þá við getum ekki borið saman kostnaðinn á líffræðin þá er verið að leysa kannski mörg vandamál í lífinu. En það er ekki mengun við að eima sjálf? Nei, það er innbyggð. Mjög lítið. Það er innbyggt að sést hérna. Þessi hólkur hér, hann kemur hérna fyrir aftan vatnsímyndin. Þetta er sérstakt brunahól sem að tekur alla auka gufu og allan auka eim og brennir og það samkvæmt manuálnum ákom út úr þessu eingöngu vatn og koltvísýringur í litlu magni. Og við varum ekki varið við það þegar við notum græðina að það komi eitthvað að nút hérna svona. Það er óþarlega lítið. Þetta mingar nánast ekki neitt. Já, einhverjar spurningar? Kannski rétt að síðustu strákar, ég ekki segja frá hvernig það er tilhverju verkefni sem með hverju þið eru að vinna. Já, við erum að vinna með GT og Orku, það er hann er sem heitir Gestur og Þórurinn og við erum að uppbygging efnisins, verkefnisins er að við fáum olíusýni frá þeim og erum að pröfa það hérna í skólanum, hver segjan er hvað braunamark, hvað blossamark og síðan ætlum við að reyna og já, eðlisþyngd og síðan ætlum við að pröfa að brenna olíunni á vél og reykreina reykinn, sjá hver mengunin er úr olíunni. Og sem eins og það sem við erum aðalega að miða okkur að er rúllubakaplast eins og er og síðan erum við núna að skoða rúllubakaplastið því það kemur frá mismunandi framleiðendum. Það er mismunandi framleiðsluferlar við hvernig þú fær lit í plastinu frá því að bæta þungmálmum við plastið og einhver efnafræðileg svona ferli sem við fá til að ná litnum úr plastinu. Þetta þykra vaxum þannig að þetta kom úr svörtu bakaplasti. Já. Þetta höfum við ekki séð áður í hvítu eða græni. En við horfum aðra á bakaplasti af því að það falla til að því á Íslandi 1600 tonn. Á ári. Er hugmyndin ykkar eða hver átt frumkvæðið að svona? Það voru ekki þeir sem höfðu samvætt í skólan og buðu þetta fram sem verkefni. Sem var stökum á þessu fyrir. Ef það er ekki nema fleiri spurningar þá hætti ég bara að segja. Já, og kannski söfnum sýnunum saman aftur. Takk fyrir. Ég er Björgur og þetta er Gunnar og við ætlum í rauninni að kæla kertinhöðum í kertaverksmiðjunni þar sem þeir eru að stækka
verksmiðjuna sína, auka afkastagetuna. Það er að missa sig í kápu. Já, Slippurinn er sem þetta að smíða nýja kertadýfingarbúnað fyrir starfsmiðjuna Bjarg í Iðlund. Búnaðurinn kemur til með að leysa eldri búnað af hólmi. Sem er allur handstýrður sko, en maður sem setur á krónurnar á svona hringekju. Og þarna eru loftjakkar í bílunum. Framleiðslugetan kemur til með að tvöfaldast úr 640 kertum á dag í 1280. Aukningu framleiðslugetu eykst hiti í rýminu umtalsvert og uppkoma vandamál við dýfingu kertana. Og lokaverkefni okkar er að leysa þau vandamál. Og það er náttúrulega þá að ef kertin verður of heit, þá leka þau bara niður á þráðunum og það er náttúrulega ónýtt. Og aftur á móti ef þau verður köld þá verður það lagskipt. Og það viljum við ekki. Þá er það gölluvara líka. Þannig að það er svolítið svona vandamál að komast að rétta hitastiginu til þess að hlaði sem mest utan á sig, fara þar fæðst í hringina, en verða ekki köld. Já, kertaframleiðslan fer sem þannig fram að þræðir eru strengdir á svokallaðar krónur og hverju krónu eru 40 þræðir og þar leiðandi 40 kertar. Krónurnar eru 8 og eru festar með loftjökum og mótordrifna hringekju sem snýðum og dýfir þeim í vaxpott einu sinni á hring. Við hverja dýfingu hleðst ákveðið lag vax utan á þráðinn. Til að kertið nái réttum sörleika þarf að dýfa því 25-30 sinnum. Og það er þá í rauninni með samt þessari gömlu græju þá alveg eftir að koma í ljós sko hvað við náum fram með hitastigi neðarlega án þess að lagskiptist og eftir því sem kertið er kaldara þeim meira vax kemur utan það getur verið að við myndum ná að fækka hringjónum sko í rauninni. Stytta þannig tíma. Já. Og hérna sér sem mynd af svipari græju sem er hjá kertaverksmiðjunni Heima í Vestmannaeyjum og krónurnar eru samt í rauninni þessi stykki hérna sem við sjáum að þræðirnir eru strengdir á og vaxspotturinn er svo þarna og hérna í rauninni fer kælingin fram. Þetta er svona hugmyndin að hafa það kannski í líkingu við þetta þó að þessi græja sé mun afkasta meiri. Já, mikilvægt er að svo að sagt að kertið sé við rétt hita sig þegar því er dýft. Og já, þú varst nú búinn að koma inn á þetta Birkir, góða fram á þér. Já, kertin er 50 gráða heit þegar þau koma upp úr vaxspottinum. Verkefni okkar felst fyrst og fremst í því að kæla þeir niður í 35-38 gráður áður en þeim er dýft aftur. Til að kæla kertinu 70 sekúndur en kælingin má ekki vera á fröð, sérstaklega fyrst eftir dýfingu. Kæli þar er misjöfn eftir því hversu oft kertunum hefur verið dýft og þar búnaðurinn því að hanna búnaðurinn út frá því. Hámarkskæli þar er rúm 87 kJ og þar að leiðir er nauðsynlegt að loftmagn tæpir 2000 rúmmetrar á klukkustund sem miðað við að nota 22 gráða loft til kælingar. Ætlunin er að kæla kertinu með því að blása 22 gráða heitu lofti upp undir þau 180 gráður á vinnuhringnum en sá búnaður er á frumstigi hönnunar. Líklega verður notaður einn miðflóttaafsblásar í verkefnið sem verður síðan tengdur iðntölvu síðan hraðabreyti. Þetta gert til að hægt sé að stilla kæliafköstin eftir því hvar í framleiðsluferlinu kertið er statt. Annar hluti verkefnisins er svo að hanna loftræstikerfi í rýmið til að halda þar 22 gráða hita en það hitastig hentar vinnu af þessu tagi. Nauðsynlegt er að halda þessu hitastigi mjög jöfnu vegna kælingar kertana. Eins og loftræstikerfið er í dag getur hiti á sumardögum farið með yfir 30 gráður. Hönnun loftræstikerfisins er einnig á frumstigi og ennþá er verið að íhuga hvort hægt sé að breyta kerfinu sem fyrir er í húsinu. Og eftirtaldi koma verkefninu. Það er hérna Magnús Kristjánsson, rekstrarstjóri Plastuðinn og Bjargs Iðlunds
Elías Þorsteinsson, kennari umhverfissinni og kælitæknispekulán. Riðfríðardeild Slipsins á Akureyri og Blikkrás. Þá held ég að þetta sem svona komið að mestu leyti hjá okkur. Nefnum við hafa einhverjar spurningar. Eða þú búið að hanna bara einhverja vinnuútgáfu af tækjum heimi? Svo þeir eru rauninni búið að hanna tækið. Já, það dýlinga græðina sjálfa sko. Hún er með 8 krónum en það eru aftur mótið 12 þannig heima í. Og það eru miklu færri þræðir á hverju krónu í okkur heldur en í þeim sko. En við þurfum í rauninni að hanna kælinguna þarna á milli þessum sjá appelsínugulakassan með heima í. Það er rauninni þar sem okkar verkefni er sko. Og sem eftir móti að minnka hitann í herbygginu sjálf. Þar sem þeir þurftu alltaf að hægja á eins og heitum sumardögum. Þetta er allt svona bara einhvern veginn. Þannig að það er eiginlega ekkert svona margt hægt að ganga út frá og ekki hægt að mæla hitastig á kertunum af því þau eru alltaf á ferð og glampar á þau og þannig að þetta er svona má svona þau þarf að prófa eitthvað og sjá hvað gerist. Það má kannski benda líka á að þarna í Vestmannaeyjum er þetta bara handstýrt. Það er einn kall sko sem bara sér það að opna og loka spjaldi sem að veitir loft. Já. En Birkir og Finnur ætla að hanna sjálfvirkan búnað fyrir loftstreymið sem eru tölvustýrt. Sem eigur það er kæling. Gefa þarna þessu manni frí. Já, leysa hann á stöðuna. Hvað var uppfjóðnaður í þessu? Ég má játa að ég mótmæli þessu. En það verður sem grannar maður til þess að bæta á sem þetta vaxir. Það er eitthvað sem að gera. Já, hann fæði hvað hann gerir. Já, heyrðu, þá þakkum við bara fyrir. Já, þetta er svona skýringarmynd af vélinni og svo er hérna sauðurinn á henni og hérna er loki sem stýrir loftið inn á hana og eins og segja núna það er staðan á vélinni í hlutleysi og svona stopp og við myndum færa loka aðeins niður og færa loftið hérna í gegn og inn og myndi þrýsta hann niður. Og svona, þetta er svona enginn þannig tilgangur í þessu, bara svona með þetta í gangs gert. En ég hef hugsað mér að til dæmis að stimpla úr áli, að létta svona, létta vinnuríkinn. Og hérna, og hafa svona bara venjulega vinnuloftsþrýsting í verksmiðjum, svona 5 bör. Og það er sem líka að smíða þrengingu hérna fram á hana, þannig að ég geti stýrt hraðan á henni. Og hérna, já, svona bara þetta skýrast sko. Það hafa eitthvað aðtengi hérna fram á hana og eins og oft er í svona stýringum á loftkerfum. Er ekki miðjan hana í lokkanum sem færist upp á niður? Jú, það er svona stættir næstur okkur sko. Já, þannig að miðjan færist. Já. En hvernig ætlar að hreyfa þetta upp á niður? Það er þá ekki verið eitthvað svona umsvegar á sinn? Það myndi dæga, hann stendur einu svo út sko. Já. Hann er í miðjunni. Já, þannig að hann færist alveg upp á niður. Já, þannig að hérna hann færist og kemur loftið hérna, þrýstir niður. Svo eins og myndi loftið sem væri komið tilbaka hérna, þá verður það hérna út. Hvað er þvermálið hjá þér, Samuel, á steinum? Já, svona til að koma sér í, það sé ekki hvað er stórt. Þetta er 14 mm þvermáli að stimpli og hérna eins hérna á lokanum, 5 mm hérna. Svo maður eftir að kanna það betur hvernig er best að vera með sauðfé. Hvað ég vil hafa með langa stæling. Þannig svona bara reynir þvermáli á stimplanum ákveði eftir því hvað er til á málsmeðdeildinni í rýmurum og fleira. Þannig að það er
bara raunin eftir að koma í ljós sko. Það er ekki búin að ákveða það. Og hann er ennþá frumsýn. Já. Það pæli einhverju sér snúningshraða einhverju slíku? Ég er ánægður að ná svona 1000 á myndi. Það eru fleiri spurningar. Er þetta smurolíu frítt? Já. Ég held að hérna gefist ekki tími að smíða þetta með smurolíu eða smurningu. Það eru fleiri spurningar. Þá segir bara takk fyrir mig. Ég er ekki búinn að sjá þetta, ég var bara að setja þetta inn á disk. Þeir eru hérna Unnar og Axel, já, eru veðurtestur á Króknum og sendu þetta. Ég er svona þeirra mentor í þessu verkefni, en það er að hanna og smíða próteinskilju. Markmið að smíða skilju sem nær prótein úr affallsvatni frá fyrirtækjum í matvælaiðnaði. Skiljan byggir á hugmynd DAF Dissolved Air Flotation sem meðal annars er notuð í vatnsrennslustörfum nema snúa ferlinu við og hirða fastaefnið. Áætlun er að smíða frumútgáfu af próteinskilju í samstarfi við Ice Protein á Sauðárkróki og Hólmadrang á Hólmavík til þess að hirða verðmætt prótein úr affallsvatni sem má nota í fóður eða manneldi. Skiljan er í skalanum 1/10 af stærð með það vatnsmagn sem rennur í sjóinn frá Hólmadrang, en það er kringum 100 rúmmetrar á klukkustund. Þannig þessi skilja hún á að afkasta 10 rúmmetrum eða 10 tonnum á klukkustund. Þannig þetta er sem sagt, það var rétt ákveðið að taka þetta bara í sem sagt minni skala, þar sem að hægt er að fara með skiljuna til dæmis úr rækjuverksmiðjunni og yfir kannski í mjólkursamlagið og reyna svona sömu triksin þar sko. Nú notkunar möguleikar, það er rækjuvinnslur, affallsvatn frá ýmsum stöðum hússins, til dæmis sjóðurum, lögun og fleira. Því hvort þið þekki í rækjuverksmiðju þá er sem sagt rækjan, hún er þýdd upp í vatni og í körum og við það að þiðna þá losar hún aðeins prótein og meiningin er að keyra í staðinn fyrir að núna er þessu bara hellt bara í svelg út í sjó að hella þessu í gegnum þessa skilju og dæla í gegnum þessa skilju og reyna að ná próteininu úr vatninu. Nú mjólkursamlög þá prótein úr ostamissu, sláturhúsin á fitu úr blóðvatni og í fiskeldin á fóðri og úrgangi og frystihús á próteinu úr affallsvatni. Þannig að þetta er svona fjölnota græja. Sko þetta DAF-kerfi, þetta er ekki ný hugmynd. Byrjað var að notast við þessa hugmynd í kringum 1920 til þess að hreinsa efni með aðra eðlisþyngd úr vatni til að nýta það. Yfirleitt úr frárennslisvatni verksmiðja. DAF vinnur þannig að frárennslisvatni er dælt í stóra tank og lofti blásið upp í botnin. Þá fljóta létt efni upp á yfirborðið og þyngri efni botnvallar. Þá er hreina vatni tekið frá miðjum tank eftir skilplötu. Og það eru notaði svona sérstaklega mikroloft. Já, það setjum sé þetta. Veitum við, virknumynd. Það var ekki með þetta. Nei, já. Hann var að... Það var sem sagt, já. Nú bakhjarlar. Já, þessi loftdæla, þetta er eiginlega eins og túrbínuhjól sem að tekur vatn og svona brýtur upp hérna vatnið og myndar svona mikroloftbólur. Nú bakhjarlar Ice Protein EHF sem var stofnað 2005 sem sprotafyrirtæki, markmiðið var nýting vannýttra próteina með þróun á nýtingu þeirra. Þeir sjá tilraunir á skiljunni þegar hún hefur verið smíðuð. Sjá hluta kostnaðar, veita okkur upplýsingar virkni próteina. Og Hólmadrangur EHF er ekki verið sem við stættu Hólmavík, þeir hafa veitt hvað? Rækju.
Tæknilega. Sjá. Er þetta ekki hérna Open Office vandamál? Þetta er Microsoft vandamál. Nei, þetta er Open Office vandamál. Það er bara með músið yfir og síðan. Nei, það er ekki. Veitt upplýsingar möguleika. Við varum að segja líka á þessu. Sennilega verði ég að hafa svona. Upplýsingar möguleika á nýtingu dagkerfa koma til með að skaffa affallsvatn til tilraunar á Reykjavíkurborg. Vélaverkstæði KS skaffar tæki og húsnæði til smíði á skiljunni og sér efniskaup. Og kaupfélagi skapfyrðing eða eitthvað. Já, það er fyrir með það. Þetta er ekki smá slæðan. Og það bara strókut það sem fyrir ofan, þannig kemur þetta upp. Já. Það verður bara að íta á. Já. Nú fyrir það. Það fór ég verða. Já. Það var fyrst að velja þetta. En er snett á textan? Hennar? Já, snett hann svo. Merkja svo? Já, bara eitthvað. Hvað var það reyða? Já, bara merktu eitthvað upp. Já, það var akkur það sem að... Hvað var það í tónu? Hættu að hægri þennan. Delete. Hann. Já, kaupfélag skapfyrringa kostar verkefni með styrk úr nýsköpunarsjóði Matvæla Vinnsla KS. Fálkinn skaffar allan búnað í verkefni. En þeir eru búnir að, sem sagt að, þeir voru í Reykjavík á daginn hérna, þeir voru á Slysavarnaskólanum, gengu á milli fyrirtæki, fóru í Danfoss, fólk var hingað og þangað og eru búnir að fá allan búnað. En þetta er tölvöld mikil efniskaup í þessu. Er þetta eitthvað svipað og það voru að smíða skiljur þarna á Sauðárkróki fyrir sláturhúsið, eða ekki að skilja fituna frá... Á Blönduósi eða Skagaströnd? Á Blönduósi? Já, Blönduósi. Þetta er ekkert ósvipað. Já, er þetta eitthvað samvinnu við það? Já, sko, þeir eru að gera þetta á aftur þessi hátt, sko. Á Blönduósi þá eru þeir með, sko... Ég veit ekki hvort það er tíma, ég get alveg útlýstu. En það er svona skriðdreki, eða svona eins og hálfgett færiband, það er svona lang skólinn eftir karið, sko. Já, skilur fitt nú... Já, en þetta verkefni þeim, þetta er kringlótt síló sem er með fleiti búnaði ofan á. En þetta er svona dálítið öðruvísi útfærsla, sko. En prinsipið kannski ekki ósvipað. Þeir ætla nú að fara að blóðvatna og fytu. Þeir eru nú kannski hérna að fara tilbaka hérna. Við erum að sjá að þetta hefur verið komið. Já, þetta var það senna. Það ekki? Já. Er það ok? Fyrir hönd Axels og Unnars, þakka þér fyrir. Þetta er verkefnið okkar. Ég heiti Guðmundur Ólafsson. Ég heiti Orri Sigmarsson. Og við byrja því. Þetta er verkefnið okkar og það verður að setja mótorbremsu á Pelton vassturbínu sem er inn í vélstjórn. Sem er svona vaskar sem að nota til þess að mæla turbínu, átæk og þess aftur með vassrensli. Já, turbínhjólið er sett inn í þessu kassa og það er gömul bremsa fyrir, bara diskabremsa sem er ekki alveg nógu góð, ónákvæm og maður herðir á henni svo allt í einu virka. Það er einmitt það sem á að reyna að breyta með að setja mótorbremsu við þetta turbínhjól. Og við vorum með leið til þess að, það var gott að klára, að leiðbendar okkar er Ingimar Árnason sem er búið að skaffa okkur þetta verkefni og við erum komin með líklega lausn við hugsaum okkur og það er að ástengja þriggjarfasa mótor, rafmótor við turbínuna. Það var reiðströmsmótor. Og setja
tengja DC-spennu við mótorinn til þess að bremsa niður. Þannig að leið og við setjum DC-spennu, við erum bara með lítið DC-spenni hliðin á einhvers staðsettan tengda á mótorinn. Svo leið og þá er þetta fínstilla bara hvað maður setjum einhver DC-spennu inn á mótorinn og þá þyngist á snúningum á mótorinn og bremsar þá niður túrbínuhjólið. Hægt að ná góðri stjórnun á bremsunum með þessu. Þetta verður mjög nákvæmur. Vandamáli verður hjá okkur út við að einhvern veginn geta lesið af hversu mikið við erum að bremsa niður hjólið. Það er svona á grunnstígi hönnunar í dag. Já, fá okkur mæleiningu á... Já, akkurat. Já. Og hvaðan við erum að fá hana? Það er svona... Við erum konur svona þokkalega hreint svo hvernig við munum láta þetta líta út eins og staðan er í dag. En hvernig við munum ná að lesa af hversu mikið mótorinn er að bremsa niður, það er örgulega held ég bara stærsta verkefnið í þetta allt saman. Það er svo sem að stilla þessu upp og tengja það er svona bara að gera það. En það verður eina verið kannski svona að leysa verkefni og velja hvernig við förum að því. Við erum bara nýbyrjar í þessu. Já, við erum búin að vera að dæma í útlöndum í hockey, þannig að við erum ekki komin langt með þetta. Og höfum þar að leiðandi ekki leitað eftir einhverjum styrktaraðilum til að kaupa á mótor eða DC-spenni eða þannig. Þetta er svona rétt. Þetta er að skríða á stað. Það er einhverjum spurningar? Já, hvað þarf þessi brennsla að vera öflug? Nú man ég ekki hvað túrbínuhjólið, hvað þetta var, hvort voru 30 Newton eða eitthvað? Ég man nú ekki tölni þessu, Ingimar hann nú verið með þetta sem er bannur en ég held að þetta sé tiltölulega lítið átak. 200 vörst eða eitthvað sem að... Það sé kannski 200 vörst, já, þannig að það er þá ekki nema að þetta bara... Já, 3-4 vörst. Það er verið mest að tella sig að finna nógu lítið. Þetta er allt sem við erum, eins og við segjum, við erum bara nýbyrjaðir og við höfum bara ekki náða... Við erum einu sem búin að setjast niður og gera glæpir. Já. Þannig að þið geta hugsanlega bara tekið alternatор úr bíl og breytt honum í mótor. Það er bara líka hægt að skoða það, sko. Já. Það er ekki hugmyndir. Það er lítið mótor þá. Já, við þurfum alls ekki stóran mótor, þannig að það er ekki dýrt. Nei, alternatorin er 3 fæsar, sko. Já, með mitt. Þessi aðferð sko við að nota DC-spennu eða bremsu mótora, hún er vel þekkt sko, hún er notuð. Til dæmis í tíðnibreytum og vegfarbreytum og öðru að DC segulmagna mótorinn og það er raunverulega bremsa segulsviðan niður. Og eitt af markmiðum okkar í þessu verður að gera þetta fallegt og snyrtilegt. Já, láta þetta líta vel út. Það er ennum fyrir skólan. Það er það eitt af markmiðum okkar. En ef það er einhver fleiri spurningar þá bara takk fyrir okkur. Takk fyrir. Patrik. Ég er svo heiti Patrik. Ég var með verkefni hjá Norðurorku og ég átti að smíða pall sem var lyftur upp með handorku með hydraulísku kerfi sem rann hvort knúða lofti eða vatni eða hlussa. Það er ekki alveg komið á hreint. Hæðin hvað þetta verður hátt upp eftir tjakk, stærð og ferlið, smíðin skiptist í tvennt. Neðri hlutinn, það er líklega stáli og sjálfur pallurinn verður vandur áli. Þetta verður balansað með hjólum í U-styrkjum og pumpað upp með tjakki. Einhverjar spurningar? Er ekki leiðið fyrirferðarmikið? Já, ég meina skalinn er ekkert alveg komið ljós en bara hvað það var að vera stórt í höfu. En ég vona að hafa þetta svona bara. Þú hugsaði hann eða ekki þig manneskja staðið á þessu? Já.
á þess að detta. Og á sem sagt önnur manneskja að lyfta henni upp. Já, með handkrafti. Það verður þetta svo doblað með einhverju glussa? Glussa á vatni eða lofti. Ég er ekki viss hvað ég ætla að nota. Það var líka ein hugmynd var það ekki að nota að mæla þrýstingi sem þarf til að lyfta manneskjunni. Jú, það er alveg hægt. Bara hafa mælu utan. Það er kannski spurning það hvort það væri hvort með neldu að það sægist hversu þungið þetta er. Já. En ef það er ekkert fleiri spurningar þá bara þakka þér fyrir mig. Hvaða teikningur notaðu frá þig? Ég notaði AutoCAD af því að Inventor var ekki alveg að gera sig. Það var alveg nógu erfitt að fá þetta þrívídd í AutoCAD. Það var hófsamt, fékk fullt af myndum hjá framleiðendum eins og tjakkurinn og pumpan. Hitt þurfti maður að teikna. Hvað á þetta svo að gera? Bara að sanna það. Það er hjólið, svona sýningar. Já, þetta var bara að sanna það að lítill krakki getur lyft kjallara sínum með andra hendinni. Já, ok. Það er eiginlega markmiðið með þessu. Vekja svona áhuga á krökkum þetta. En ég veit ekki hvort þetta... Þetta er svo unnið í samvinnu við Norðurorku og Norðurorka fjármagnar eða borgar efni og kostnað sem til fellur. Vonandi. Og þess vegna skal það tíma. En þetta er ekkert heilagt, ég meina kannski breytist þetta. Svo Steingrímur benti á þetta alveg stórt. Ég var ekkert að breyta þessu, ég meina maður getur minkað skalann. Það ætti ekki að vera vandamál. Það hef tekið eftir að hef ég ekki nett að teikna hliða á þetta. Þannig að maður þarf að klifra yfir þetta. Það var alveg eftir að teikna það. Ég vona bara að það gangi upp allt. Þetta er að ganga vel. Mikilvægt að góða. Já. Og þakka þér bara fyrir mig. Það er gaman að sjá hvað þetta er fjölbreytt verkefni, sko. Þetta er úr sitt hvor aftur allt saman. Já, það er líka, það er mjög gaman að segja líka frá því að eftir þetta svona fór á stað hjá okkur, sko, og þessi hugmynd að tengja þetta atvinnulífinu, þá hafa bara í síðustu viku komið 2 hérna frá mismunandi fyrirtækjum til þess að spyrja hvort þeir getur verið með. Þannig að þetta virðist vera eitthvað sem að er mikill áhugi fyrir hjá fyrirtækjum að fá svona hugmyndir, fá hugmyndareina. Kannski eins og fyrir okkur kennar og þessum störfum og stöndum að þessu, við lærum líka gríðarlega mikið. Við til dæmis erum ekki mjög góðir í því að vinna með hugmyndirnar, ég finn það sko. Hvernig við tökum hugmynd og hvaða tæki og tól við höfum til þess að breyta hugmyndinni yfir í eitthvað sem hægt síðan að vinna með. Eins og til dæmis Patrik kemur þarna með þrívíddan teikningu af einhverju tæki sem einmitt eitthvað svona að koma hugmyndinni með á blað og síðan að framkvæma. En takk fyrir kærlega fyrir, sérstaklega ykkur sem að... Það er kannski aðeins áður en að... Já, gerðu vel. Áður en fyrir. Bara takk fyrir að bjóða mér á þessu kynningu og bara mjög gaman að sjá metnaðinn í öllum þessum verkefnum sem eru í gangi og þetta er enn eitt svona dæmi það hversu námið sem þið eru í er virkilega gott nám og þið sem að eigið eftir að fara í eitthvað frekara nám eftir útskrift héðan þá þetta svona mjög góður undirbúningur undir það sem þið fara að gera þegar þið komið í háskóla því að þetta háskólanámi snýst mikið þetta, kynningar og fá hugmyndir og framkvæmaðar og finna út hvernig maður getur framkvæmt hlutina þannig að bara mjög gott og frábært og er gaman að sjá í lok annar afraksturinn af þessu. Við erum gaman að við getum haft aðra svona kynningu á loka afurðunum að lefa okkur að pröfa þetta tæki hana og hjólið og setja í gang með einhver plastbensín. En það er bara mjög flottar hugmyndir sem við erum að vinna með og frábært að sjá líka samstarfi við atvinnulífið og hérna svæðum. Ég hef þetta þessi ansi góð líka eftirlít fyrir kennarinn eins og að segja. Þetta er svona öðruvísi nálgun á kennslu og hvernig þeim til læra. Þannig bara gangi ykkur vel og
passið bara tímaramman, hann tíminn er fljótur að líða. Takk hérlega fyrir þetta.